Áferð að hefjast aftur þetta, annar leikluti og staðan hefur ekkert breyst í leikliðinu, Gústi. Nei, en ég trúi að byttindir komi öskrandi til leiks núna. Já. Kólar og Siggi klárir í uppkastið. Skellum okkur í þetta. Siggi vinnur uppkastið, Bjössi vinnur hann yfir á Steppa. Steppi losa hann rólega fram. En Björnin kemst inn í það og hörð tæklingana. Og tækling hjá Orra. Já. Bjössi sendir hann alltaf verið markið og út. Ólafur stóða sér tæklingun hann á móti Orra. Og sérðu það bara Björnin ætla sér eitthvað núna í byrjun lotunar. Það eru hreina línur. Þeir ætla ekki að sætta sig við þetta. Skot. Annað skotið núna. Essa var samt að spila þetta alveg rétt. Var að losa pökkinu upp rammana. Já. Þú sást bara hvað þau voru grimmir. Fyrst voru Ólafur í tæklingu hann á móti Orra og svo komu hann að 2 svona lúmskot til restina. Og Björni vinnur hennar pökk, Sergei Sagnar. Kom hann að vinna markið. Andri Mikael ber hann út. Dómari var hann fyrir Andra. Sendir hann yfir á hinn Andra. Sergei hirðir þetta. Mattias lauma hann inn að marki. Náðu ekki að fylgja þess eftir. Það fer svona af stað, Björnin. Þurfa nauðsynlega að koma marki inn í þessari lotu. Það glæða þetta smá lífi. Og Siggi Árna. Mattias nær ekki sendingunni yfir á Sergei Sak og Ingvar Þór Jónsson kemst inn í þetta. Og hann skýtur honum inn í hornið. Sigur Árnason. Og Hermann Knútur kemst inn í það fyrir Essa. Gummi ber hann niður á Simma. Simmi skýtur honum inn á marki. Pressar hérna. Hvað gerir Simmi Bóndasonur með heikvíslina? Nei. Björnin ber hann upp hann af. Andri Helgason. Hann missir hann. Sigur Reynsson fyrir Essa. Yfir á Gumma. Og enn einn hérna Björns sendingin hérna. Rúlpökkur í haushæð. Ég vona að Essa hafi ekki stilt sig inn á þessa bylgjulengd þessu annari lotu hérna fyrir norðan daginn. Ingvar Jónsson með gott skott. En þá hreinlega í þeim leik hrundu sendingarnar hjá Essa. Og Hrólfur nær honum fyrir Björnin. Hrólfur kominn inn. Og hvað gerir Hrólfur? Orri Blöndal hirðir á honum pökkinn. Vel gert. Hrólfur fylgir eftir með tækling og Orra. Orri missir killuna hana. Gunnar Guðmundsson, Siggi losaði Gunnar við pökkinn, hreinsar út. Og Lars Bóter kemst inn fyrir og nær skotinu. Vel varið hana. Vel varið og gott skot. Gunnar Guðmundsson ber hann inn fyrir. Já, taka áhorfendur vissir í höllinni. Daniel Kólar, baráttunni, gefur honum inn í horn. Og Orri Blöndal kemur honum, fær á sér tæklingu hana. Dampar honum inn í hornið. Já, Björnin stendur heldur meir í fæturnar heldur en í fyrsta lotu. Og Blöndungurinn var smurður í ísinn hérna. Og þá var það uppkast fyrir utan blálínuna hjá Essa. Jói Leifs vinnur það. Baráttum hökkinn. Og nei, engin að syng. Róbert ber hann upp fyrir Björnin nær sendingunni. Andri kemst inn í sendinguna og skottamarkið. Vel varið. Og hvað dómur á? Hver er að fá dóminn? Ja. Nei.
Það er nú líklega ekki dómur. Nei, Spurning hvað. dómur, engin dómur, markið bara fór á stað. Vildi verða bend á markið, ekki. Siggi Reynis klárir uppkasti fyrir SA-menn. Og Úlfar Andrésson, gríðarlega snöggur leikmaður hérna. Lítið sést til hans í þessum leik reyndar. Og missir hann. Sigur Reynisson kemst inn fyrir SA. Ingvar með pökkinn. Ingvar yfir á Guðmund. Og Guðmundur kemur hann inn fyrir. Á Simma. Simmi fær tekking á sig hana. Andri Reynis missir hann og missir hann sendingi yfir á Sergei Sak. Og hann fer í æsing. Æsing á Björnin. Pökkurinn yfir í varnarsvæði Bjarnarins. Já, Björnin að taka býsna fast á SA-mönnum núna. Já, mikið fastur, mikið fastur. Allt hann að sjá þetta. 16 mínútur eftir á þessu. Steinar Grettsson átti hann að missa hann á skot. Björn Mári með hann. Niður á Ingþór. Og Björn nær ekki sendingunni en Lars Fótinn nær hann samt. Og Lars með missinu að sendingu. Steinar Grettis yfir á Lars. Og Lars yfir á Sigga. Og Siggi yfir á Lars. Lars yfir Ingþór með skotið. Fór í hælinn á Steinari Grettis hana, gott skot. Það er akkurat svona skot sem geta endað inn í. Pökkurinn burt út fyrir. Lúmskot upp brúingu. Og Björn skýl í pekkinum hana, vel gert hjá Bjössa. Og Góðverð. Sigur Sveit kemst inn í þetta. Dömpar hann út, vel gert hjá Sigga. Og Björn Jakobsson með pökkinn yfir Andra Mikaelsson. Andri sneiðir hana 1, sneiðir 2. Dregur á inn í hornið, sendir Og fyrir. sendingur fyrir. Og Andri Sverris munaði litlan kemst inn í pökkinn. Pökkurinn best út fyrir, nú þarf SA-menn að fara út fyrir. SA er að pressa á betunniðri núna. Já, þeir þurfa að halda formtekjunni í lagi. Já, Hermann Knútur. Sendir hann Andri. Andri Helgason. Bara hann inn. Það er rangstaða á Björnin. Já, Björnin verður að passa sig á þessu. Það er möguleika góður í sókn. Láta ekki dæma sér rangstöðu. Akkurat. Nákvæmlega. Ingþór sendir hann út fyrir. Já, hreinsar hann út fyrir Kópur. Björnin skýtur inn. Hilma fer í þetta. Og Björnin grimmur hann í horninu. Hvað verður úr þessu? Siggi Reynis í baráttunni. Og Ómars Mári grípur þennan pökk. Auðveldlega. Birkinn döppaður og þinn að marki. Ómar greip hann. Já. Akkurat. Menn er átt að leitast við líka að fá frákast í Gústi. Já. Menn er að skjóta markið svona í vonu og óvonu. Þetta fær í hlífarnar og detti fyrir framann einhvern sem er á ferðinni inn að marki. Já. Þannig að menn er ekkert alltaf alveg bara að miða í samskiptin. Nei, þetta er yfirleitt mörkin eru þannig. Þetta er oft bara frákast frá markmanni. Og vel spilað hana hjá Guðmundi. Gummi snýra sér einn. Væra sér tæklingu, heldur honum ennþá. Þeir halda honum inn á því bláu. Þetta er gríðarlega fersk lína hjá SA. Þessi hraði strákar, fljótir. Og Hilmar ber hann út. Hilmar fer bara alla leið. Tók gríðarlegt lappatrix hana. Eins og hann hefði lært þetta á hónleður brókinni Rúnari Freyr Rúnarsinni. Sem að komst ekki útsettingi Steppi Rafnar að hirða pökkinn að þeim hérna. Þarna vantaði Steppa pressu með sér hérna inn í hornið. Akkurat. Og Kólar smyr Sigga í ramman. Já, þetta var svona á mörkunum þessi tækling á Kólari á Sigursveinn Sigurðsson. Já, hann fór aftan í hann. Og Ómar er kominn út af, dómar á Björnin. Og það er Kólar sem er að fara út af. Það gat heil ekki annað verið, hann fer aftan í Sigga. Og Kólar er ekki alveg tilbúinn að kyngja þessu. Siggi er nú mjög hissa á svipinn sko. Hann þolir þessa tæklingar og hann vill bara fá þetta. Þó að sé hans auglilegar. Já.
Á þolir hann þetta allt, hann Siggi. Akkurat, en það þýðir ekkert fyrir Kólar að dæma við forsetann, orð hans eru lög, það er þannig. Og þá eru 13 mínútur og 15 sekúndur eftir og SA er komið í powerplay en missir puckinn út fyrir Jóhann Leifsson og Rangstad dæmt. Og þá er uppkast rétt utan við varnarsvæði Bjarnarins. SA er búið að gríða sterkt í öllum uppkastum í kvöldgústi. Já, þeir eru búin að eiga meirihlutann á uppkastunum. Já. Og það munar minna í hockey. Þá ertu strax komin inn í leikinn. Jói Leifs fer inn fyrir. Strax með vald á pekkinum. Skiptir gríðarlegu máli. Og hvað verður þessu? Siggi Reynis kemst inn í þetta. Nú þarf að vera að byggja spil hérna inn á við. Björnin. Bjössi yfir á Jóa. Anna eru búin að ná að stilla upp. Nú hreyfaði puckinn. Þetta er glæsilegt spil hjá þeim. Andri Sverris með puckinn, skilur hann eftir. Andri Már Mikaelsson yfir á Björn. Már Jakobsson, skot til að marki. En það fór í varnarmann Bjarnarins. Þeir dæmpa honum út. Já. Engin æsing dæmt þeir einu færi. Og Orri Blönda komin inn á. Já, Orri keyrði þarna aðeins á dómarann. Náði ekki alveg að komast inn á járnbrautartennina sína og ná ferðinni. En Orri heldur honum ennþá, er hann þá með hann. Skilur hann eftir fyrir Lars Fóter. Og Stefán Rafnsson yfir á Lars. Lars heldur honum inni. Og Steppi í baráttuðarna við Birkir. Já, vel gert hjá Steppa, fastur á kilfunni þarna. Og Birkir eitthvað aðeins seinna að hefna fyrir sig. Ætti nú bara að reyna að halda sér rólegum og standa í lappirnar að lágmarki þarna. Björnin ber puckinn út fyrir. Já, vel gert hjá bindinum. Komin út fyrir en þeir eru ennþá að slást. Steppi og Birkir og það er dómur á Birkir. Það er dómur á Birkir. Já, Birkir. Þetta var löngu fyrir sér. Hann var búinn að vera svo hraðsugukanna þarna inn í slottinu eftir að Steppi fíflaði hann í horninu. Já, Birkir var byrjaður að íla. Þetta er bara algjör óþarfi hjá Birkir. Hann er ekki að hjálpa sínu liði með þessu. Hraðsugukettilni á Birkir var byrjaður að íla, maður sá þetta fyrirfram. Já, þetta var löngu vitað. Þetta byrjaði bara þegar Steppi hélt kilfunni fastur yfir ísinn og Birkir gat ekkert gert þarna. Má ekki láta skapið laupa með sig í gönnur. Og Björnin er einfaldlega í stórum vandræðum. 11:26 eftir annarri lotu og tveimur færri í 11 sekúndur. Þá fá þeir einn mann inn. Verða þá einu færri. Bjössi, nú er að nýta þetta og Jóhann Már Leifsson. Og Andri yfir á Andra og Jói. Og vel varið, hrikalega vel varið. Hann er að standa sér rosalega vel, Snorri Sigurbjörnsson, marki Bjarnarins. Já, og SA er að leggja upp hérna powerplay rosalega vel, 5-3. Þetta var bara eins og endursýning á fyrra atriðinu. Jói tekur skotið í bæði skiptin. Og nú er þetta orðið 5-4. Björnin náði einu manni inn. Birkir Árnason sittur hann þá í boxinu. Siggi Árna sendir hann út. Og missemni sending hann hjá Úlfari yfir á Sergei Sack. Bjössi hirðir hann upp í horninu. Bjössi sendir yfir á Jóa sem ber hann alla leið upp inn fyrir bláu og inn í hornið. Og þeir eru ekkert svarið við Jóa. Nú þurfa menn að koma inn í slottið. Ferðin á Jóa er alveg bara hrikalega þarna. Það er enginn sem fylgir honum. Hann er bara eins og förufólki að steypa sér þegar hann fer inn. Gjörsamlega. Og hvað gerir Andri Sverris? Nær ekki skotinu. Andri Mikaels að vinna puckinn hann í slottinu, sendir hann út á Bjössa. Og Björni yfir á Jóa. Flotta sendingur á Jóa. Jói tekur snúning, snýr það af sér. Og Björni með, já, headhunter þarna yfir markið. Þetta átti að vera skeitinn inn hjá Bjössa, ég sá það. Já. Björnin er sem hann hafi verið að spila bara fótboltamarkana. Hæði hann aðeins svo mikil. Þannig að snerti Bjarnar með puckinn, þannig að það er ekki æsing á þetta. Þó hann hafi verið innan við rauðu. Vel spilað, Sigurður Árnason fyrir Björnin. Það verður einhver að fara að taka á skarið fyrir Björnin. Gunni Guðmunds var tæklingu. Orri Blöndal með tæklingu. Orri Blöndal tók hann niður hana. Gunni Guðmunds Guðmundsson var tekið niður hana, já. Hann ristir þetta bara af sér hann Gunni Guðmunds. Já,
Lars fer aftur fyrir markið. Og Bökkur best inn í slottið, Siggi í færinu. Og Snorri fristir hann aftur. Þetta gríðarlegur hitt í þessu núna. Já, skotin eru 9-4 fyrir Essa. Cirka 9-4. Já. Og Essa er búið að vera mikið líklegra en náttúrulega manni fleiri nánast lungaður þessari lotu. Þarna kemur ripp, rapp og rupp lína Essa-manninn á Steini, Gretti, Simmi og Gummi. Já. Og Róbert ber hann upp hana fyrir Björnin. Ingvar sendir á Gumma sem fer með hann yfir bláu. Róbert Pálsson sendir en nær ekki sendingunni yfir á Gumma. Nei, Steindór fyrirgeði. Já. 5-5, fullskipu bæði liðin. Og nú verður Björnin að fara að gera eitthvað. Steinar Grettis klári uppkastið. Já, og vinnur það. Hermann Knútur skýtur hann á markið og Simmi yfir á Gumma. Og nær ekki skot á markið. Og Róbert þarna. Simmi smyr 9 í ramman. Hermann Knútur aftur inn í hotn með hann. Og Birkir Árnason ætlar að bera hann upp en skýtur í hælinn á Guðmundi. Róbert. Og Ingvar tekur bökkinn, færa sér tæklingu hana hjá Daniel Kólar en rangstaða á Björnin. Já, eins og staðan var núna sko, þá er Björnin ekki að nýta í sig nógu vel. Þeir eru að fara upp miðjuna og með kantarnir eru opni báðum megin. Nákvæmlega, nákvæmlega. Og Björnin heldur þessum bekki annan nær sendingunni inn í slottið og út af bláu og skot! Og Ómar Smári verð þetta. Já, hann var að staðsetja sig mjög vel í markinu og Ómar fær þetta bara beint í belginn. Já, Andri Helgason með hrikalega flott skot hana. Hefði líka mátt leita eftir sendingamöguleikunum. Það voru mennana fyrir, sjáu þið. Kemur. Sjáu þið fjerstingina. Sergi Sakk og flegi fer inn á markið hana. Já, það er spurning að setja hann bara niður yfir fjerstöðum fastan. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Til að fá fæsla markmanninn. Akkurat. Lars með bökkinn. Já, Úlfar Andrisson. Björnin hirðir hann. Sendinguna. Orri hirðir hann. Orri fyrir aftan markið. Dregur sér eitt Bjarnamann. Sendir yfir á Bjössa. Bjössa yfir á Sigga. Gott spil. Siggi með hann út fyrir á Steppa. Og svo Stefán Hrafnsson. Já, nær ekki snúningnum það. Og Andri ber hann inn. Færa sér tæklingu. Orri Blöndal með pökkinn. Heldur áfram. Sendir. Nær ekki sendingunni yfir á Lars Fóter. Andri kemst inn í sendinguna fyrir Björnin. Og þarna er þeir komnir 2-1. Lars Fóter og Stefán Hrafnsson. Þetta var vel gert hjá. Já, Sigur Árnason kemst inn í þetta. Lokkar á þá. Og Björn döppar honum í horni. gríðarlegur hraði núna fram og tilbaka í miðjusvæðinu. Liðin skiptast á sóknum en komast aldrei almennilega inn á marki. Nei, og þeir eru farnir að hafa mann nær Lars Fóter núna, Bjarnamenn. Já. Og Siggi Reynis kemst hann inn í sendingu. Björn döppar honum út fyrir bláu. Og Guðmundur með pökkinn fyrir Björnin, ber hann upp. Gunnar Guðmunds með, já þetta var Gunni Guðmunds. Já. Steinar Grettis og skott á markarna í bindinum. Kóla með hann inn í slottinu. Nei, þetta var Hrólfur. Hrólfur, já, þeir eru áþekki nema Kóla bara út tegin númeru stærri. Og Siggi Reynis kemst inn í þetta. Gott, vel gert hjá Sigga bara að senda hann út fyrir. Já. Gummi ber hann upp. Og Gummi baráttunni en Ingvar tekur við tæklingu hérna inn í horni á okkar svæði. Já, það er langt síðan hefur komið skot á mark almennilegt. Steinar með flotta sendingarna inn á Andra sem sendir hann inn í hornið. Þar kemur Jói og pressar hann hinum megin. Og svo, hvað gerir hann núna? Trausti Bergmann hann af, skýtur inn í horn.
Gríðarlega föst tækling hana. Þetta var mjög flott og lögleg tækling og Ingþór tók þetta bara mjög vel. Já, Bergur Árni Einarsson. Þetta eru alvöru íshokkeymenn sem þola svona tæklingar og eru klárir í þetta. Hann gjörsamlega var eins og smörri brauð þarna, SA-maðurinn. En líklega einhver þyngdarmunur á þeim. Já, þetta er bara hrikalega flott í honum. Andri Mikaelsson tekur inn í rammann. Svona þarf að spila þetta dálítið fast. Er svo tekinn hana. Þetta var nú næstu í svona checking on the blind side. Já, þetta var svona, Bergur fekk tækling á sig hana. En Lars Fóter, og reynir að komast inn fyrir, en nær hann ekki. Bara til Róbert og ferði, bara jáma! Stefán Rafnsson búinn að skora með SA! Krummi krónkar úti! Já, hérna! Ég skal segja ykkur það. Þetta var allt baráttunni Lars Fóter að þakka. Vann hann að pökkinn af Róbert og náði að svona slengja honum rétt fyrir á marki og Stebbi Hrafns reyndi ekkert bjóða sér þetta tvisvar. Nei, það er víst ábyggilegt. Ég held að sé markahæsti maður deildarinnar, ef ekki allavega af þeim markahæstu. Hann lætur ekki bjóða sér þetta tvisvar. Stefán Hrafnsson með gullfallegt mark eftir sendingar á Lars Fóter. 3-0 og 5 mínútur eftir að öðrum leikluta. Og höllin tekur vel við sér. Já, ég veit ekki, Mattias er að fara í boxið fyrir Björnin. Fyrir hvað? Sá ekki alveg hvað hann fekk hana. Sennilega Björnin að fara í boxplay á móti powerplay. 4 og 5. Nei, þeir eru 5 á 5. Það eru 5 og 5. Spurning hvaða dómur þetta var, ég náði þess ekki alveg. Hann var 10 mínútna persónulegan dóm. Ég veit það ekki, kannski hefur hann mótmælt markinu eða eitthvað. Siggi Sig og Orri taka Sergei niður á milli sín. Já, og Orri Blöndal er að fara í boxið fyrir SA. Það voru gaman að sjá endursýningu á þessu. Þetta var ekki neitt. Nefn hann hafði þá farið í hausinn á honum eða eitthvað, en ég er ekki viss. Já. Þetta virkaði bara svona hreint og beint. Hann fekk ruffingdóm, Orri, sem þýðir að... Sjáum það hérna núna. Orri lendir hann í honum og hvað? Að mínum að þetta er ekki neitt. Nei. Þetta var bara vals nummer 1. Já, þetta var svona hnoð. En samt, það er spurning hvað hann hefur haldið í Sergei eða eitthvað. Sergei fer inn á markinu. Og hvað? Björnin er ennþá með hann, heldur honum, Sergei Sakk. Já, Sergei er mjög sterkur í powerplayinu. Hann er hrikalega lúmskur. Það þurfa að vera 2 menn alveg gjörsamlega að vakta hann. Já, nú þurfa allan sólarhringinn. SA-menn má ekki láta hann svæfa sig. Nei, og Siggi Árna með misjafna skot og Daniel Kólar með skot. Hann fer í varnarmann. Sergei með bökkinn, Jói fer í hann. Og sending út á bláu, Birkir yfir á Kólar. Og Kólar með skotið. Ingþór verður þetta glæsilega þarna. Sergei Sakk fyrir aftan markið. Nær sendingin út, en Jóman Leifsson kemst inn í þetta og honum fylgir Andri Már Mikaelsson. Hvað gera þessar stórstjörnur hérna? Og Jói Leif með skot, beint í belginn. Svona heldur dapurt að klára þetta ekki hérna. Já, þeir að þessu gerðu rosalega vel Bjarnamenninni. Þeir náðu að koma 2 þarna upp á milli þeirra. Góð vörn. Jói þurfti að taka sendinguna strax yfir á Andra þarna og skauta sjálfurinn á stöng svona ef maður skoðar þetta eftir á. Já, það er alltaf gott að vera vittur eftir á. Já, en Jói var allan tíman að bíða eftir sendingunni sko, en hann var lokað á hana. Já. Þannig að Bjarnamenn gerði þetta mjög vel. Akkurat, góð vörn, góð sókn. 4 mínútur og 4 sekúndur eftir. Björnin 0, SA 3. Og Birkir, sending yfir á Róbert yfir á Úlfar kemst ekki í gegnum Hilmar þarna. Hilmar er að vinna vel þarna í vörninni. Hvað gerir Björnin? Róbert með sendinguna yfir. Steindór með sendinguna á skot. Og Ómar Smári ver þetta. Þetta er bara vel spilað Fernandi Kill hjá SA. Og vel spila powerplay hjá Björnin. Björnin er að ná góðum skotum líka. Það þarf ekkert, það má ekkert út að bregða, þá er þeir búin að jafna þetta. Minnur þess að Björnin kosti 3-1 í borginni.
síðasta leik. Og svo var staðan 4-2 og svo allt í einu jafnar Essa. Lars Fóter dregur mennina út úr bláu á eftir sér. Og heldur pökkinu og þarna. Kólar fer full hátt með olbón. Í átt að andlitinu á Lars Fóter. Björni byggir sókn. Yfir bláu og klárar þessu. Birkir. Siggi þarna í Birki og Siggi tekur þetta alveg. Gríðarlega grimmur þarna. Er að vinna pökkinn, Sergei Sak yfir á Kólar og missir sendingu og hann út fyrir. Þetta var Sigga sig að þakka. Gríðarlega öflugur og hann ætlar ekki að gefa þetta eftir hérna á heimavelli. Og Siggi tekur aðra tæklingu hérna, það er bara að liggja hérna, laglega tæklingar og fínar. Siggi er með þetta alveg í vasanum hérna. Það er ekki að sjá að Siggi sé orðinn 92 ára gamall. Og sendingi yfir á Kólar, Kólar skýtur þarna, lúmskott, pökkur laus og mark fyrir Björnin! Mark fyrir Björnin! Leikmaður númer 91! Já, þetta svona... Hjörtur Björnsson er að skora fyrir Björni fyrirgeði. Björni var með staðsetta 2 mennarnir í slottinu. Sástu þarna, Kólar var út á blálinni, skýtur bara lausan rist skot inn á marki. Það var ekkert varið í skotið, hann vissi hvað hann var að gera. Sett hann í púðan hjá hérna Ómari. Já, Kólar er að hitna núna, þeir eru að vera með mann aðeins nær honum, þó þið séu að spila einu færri, þá eru að vera með mann aðeins nær Kólar. Já, og Hjörtur Björnsson nýtti sér af og setti. Já, ég sá mér undan ekki endursýningur þessu, þeir segja... Það var stór sókn á bitninu þar sem Frýr maður var á hægri stöng en hann náði ekki sendingun yfir á hann. Já, ég sá þetta ekki almennilega en þeir voru eitthvað að tala um að Birkir og Kólar hefðu átt þátt í þessu marki en ég er nokkuð viss að Hjörtur Björnsson skoraði þarna. Já, dauðafæri hjá Andra Mikaels. Já. 2 mínútur eftir, öðrum leikluta. Það er eins og það kviknaði í púðutunni hjá SA-mönnum. Þeir eru alveg brjálaðir eftir að fengja á sig þetta mark. Já, og líka bara gaman að sjá Sigga sig svona. Þú veist, menn fylgja honum og sjá þegar hann er að berjast á og drefa hann á vagnin. Já, einmitt. Áhorfendur fannir að taka vel við sér hérna í höllinni. Og Þór hafi verið að fá á sig mark. Og lítur þetta helviti vel út hjá þeim. Guðmundur vinnur pökkina. Góð barátta. Úlfar Andersson kemur hann við fyrir og þeir eru ekki að fylgjast með Sergei Sak. Og dómur á hæstikk. Á hvern? Það er hæstikk á Gumma líklega hérna við ramman hérna. Þegar hann fer í Sergei. Guðmundur Snorri Guðmundsson. 2 mínútur fyrir hæstikk. Á móti Sergei Sak. Og SA er þá einum manni færri næstu 2 mínúturnar. Gústi, hvað heldur þú? Er Björnin að komast inn í þetta? Nei, ég held að það... Er Björnin skorinn núna? Nei, núna bara stendur, sem sagt, standaði bara kassan, bara rétt. SA-menn verða bara slakir. Ég myndi nú vilja fara, sjá Simma þarna í penaltykillinu, sko. Akkurat. Ég er akkurat á öndverðu með, ég held að Daniel Kóra setja hann í samskeiti núna. Eftir 30 sekúndur. Og Sergei Sak. Þetta er nú ótrúlegt. Já, þetta er þunnudómur hjá forsetanum. Frekar Andri Már Mikaels og Sergei Sak að berjast. Hann dæmir hann að fara í skaut, hann hefði hann viljandi í staðinn fyrir að taka pökkinn eða eitthvað. Já, akkurat. En ekkert í því að segja að SA-menn 2 færri, 3-5. Og ég stendi við þetta. Daniel Kólar setur hann í samskipti núna innan 30 sekúndum. Siggi sig ber þetta uppi núna. Sjáu þetta, Sergei Sak. Kemur honum yfir á Róbert og Róbert skýtur. Ómar Smári ver. Já, þetta er bara... Gott skot hjá bittinum. Þetta er bara vel gert hjá SA-mönnum. Bara hleypa þeim í skotið. Já. Hleypa þeim bara í þröngt skotfæri út frá hliðunum. Akkurat. Og Róbert yfir á Úlfar. Siggi sig er að vinna hérna í 3 mönnum. Já. Úlfar yfir á Sergei Sak og þá er það Kólar sem á að taka pökkinn. Sjáu þetta, fylgistu með og pökkur er laus og mark! Það er mark hjá Björninu! Úlfar Andersson er að skora fyrir Björnin! Þetta er allt sjóð heitt ennþá. Á, 1 mínúta og 90 sekúndur eftir í öðrum leikluta og Úlli smurðan inn hana eftir lúmskott frá bláu.
Það er aldrei hægt að afskrifa Björnin. Þetta er Björnin. gjössalega búin að galopna leikinn. 3-2 fyrir SA ennþá og 1:19 eftir. Já, hérna, þetta er fljótt að gerast. Og þetta er búið að snúast við. Í fyrsta lótu var það Björnin sem hvíldi mikið í boxinu. En nú voru SA að fá sig og ég meina, þetta er helviti þunnudómur. En þetta skilaði marki. Já, SA-menn 4-5 Bjarnamönnum núna. Já. Og Birkir skýtur inn á marki. Fyrir Björnin. Ómar Smári verð það. Þetta lá í loftinu, Gústi. Já, það má eiginlega segja það, sko. Já. Sérstaklega eftir að seinni dómurinn koma þarna. Já. Daniel Kólar yfir á Sergei Sako. Sergei skýtur, Ómar með hann. Pökkur er laus. Simmi kemst inn í sendingu. Yfir á Birkir Árnason og skýtur. Simmi fórnaði sig fyrir þetta. Vel gert hjá Simma bónda sinni. Orri losar hann út. Vel gert. Þetta er bara góð barátta hjá SA-mönnum. Þeir fórnaði lífinu í þetta. Já, og það er eins og þú sagði, þú lýstir eftir tengdasönunum í boxplayið og hann kom og fórnaði sig fyrir þetta. Orri smá skóar verða þarna. Daniel Kólar hirði pökkinn á honum. Og er hann þá með hann. Daniel er svo sterkur. Þeir eru verið að passa sem fari ekki tveir inn í hotnið. Þeir voru með einu fari. Bullandi vandræði hjá SA. Pökkurinn fer út fyrir, Jói pressar. Bullandi vandræði en Jóhann fer hann í Birkir. Ég ætla að segja það hvort það er að taka tóm á Jóa. Nei, þetta var samt tæft. 36 sekundur eftir af powerplayi Bjarnarins á móti Jóa Leifs í uppkastinu. Og engin 17 sekundur eftir af leiknum í annari lotu. Ingvar heyrir við pökkina bak við eigin mark, sendir hann út fyrir. Já, hreinsar hann út. Og Jói Leifs pressa núna markmanninn, hann er fyrstur í þetta. Langfyrstur og heyrir við pökkinn og sendir hann fyrir á Lars og Lars. Lars fótir og skýtur! En þá voru konur Gríðarlega nafn. Munaði litlu. Það var varnarmaður hann sem varði þetta. Já. Spurning hvort að Gústi tæknimaður eigi þetta aftur hann fyrir og sína okkur þetta aftur. Getið klift inn þetta síðasta hana. En þarna sérðu Jói Leifs, hann var ekkert hættur þó að voru 16 sekundur eftir. Sjáu hérna. Vinnur pökkinn af markmanni Bjarnarins. Og Lars kemur hérna frá bláu línunni, sjáu þið. Sjáu. Alveg klár, markið opið. Keyrandi í sloppið, markið opið, enginn í markinu og skýtur. Og Snorri Sigurbjörnsson rétt nær að renna sig fyrir. Já, þeir voru konið 5 í skotlínuna þarna með markmanninu. Herðu, gríðarlega flottur leikluti. Björn er búinn að galopna þetta og inn í leiknum ennþá. Við ætlum að taka okkur örlitla pásu, staðan eftir aðra lotu 3-2 og SA byrjar, eða réttar sagt Björnin byrjar í powerplay. Þetta er hvergi búið. Nei, tökum okkur smá auglýsingar.